sæl og velkomin í Silfrið þennan sunnudaginn. Hér á eftir ætlum við að ræða aðeins stjórnarskrána. Hún komin upp aftur í umræðuna eftir stjórnarslitin og komandi kosningar og Katrín Oddsdóttir, formaður stjórnarskrárfélagsins, ætlar að koma hérna til mín eftir og ræða það. Síðan kemur til mín Tryggvi Björgvinsson, hugbúnaðarverkfræðingur, og hann ætlar að ræða aðeins aðgang almennings að opinberum gögnum, hvar við stöndum þar og hvað má gera betur. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni, Friðjóni Friðjónssyni, almannatengli, Þórði Snæ Júlíussyni, ritstjóra Kjarnans og Sigurjóni M. Egilssyni, blaðamanni og fjölmiðlamanni. Velkomin öllsumul. Takk. Það er mikið að vera, töluvert síðan ég var hérna fyrir 2 vikum að ræða borgarstjórnarmálin, mikið gert. Friðjón, byrjum aðeins á þér. Það kom út ný könnun á vegum Félagsvísindastofnunar, nokkrar komið og margar væntanlega eftir að koma í kjölfarið, en þar mælast Vinstri grænir langstærstir og Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur sem þú nú starfað töluvert fyrir, minnkar líka töluvert. Hvernig meturðu stöðuna svona hjá þínum flokki? Ég held að, minnum við bara þess hvernig staðan var akkúrat fyrir ári síðan. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn að mælast á bilinu 21 til 24% í sumum könnunum, fór síðan í einhverju könnun upp í 35% hjá Fréttablaðinu, 2-3 vikum fyrir kosningar þá. Þannig að miðað við hversu margir eru óákveðnir í þessari könnun Félagsvísindastofnunar, þá held ég að sé bara mjög hæpið að draga mjög sterkar ályktanir. Píratar voru í 30% mánuði fyrir kosningar, hvað enduðu þeir, 13%, 14%, eitthvað svoleiðis En þetta mál sem slíkt, þetta er náttúrulega erfitt fyrir flokkinn. Þetta er í annars skipti á mjög stuttum tíma, þar sem að þarf að kjósa út af einhverjum erfiðum málefnum, meðal annars ráðherra Sjálfstæðisflokksins, persónulegum málefnum og svona, maður getur ímyndað sér að fólki í flokknum og jafnvel einhverjir þingmenn séu svona kannski svolítið langþreyttir á þessu ástandi. Upplifirðu það þannig? Já, ég var á fundi í gær, þar sem voru tæplega 1000 manns á Hilton Nordica og þar var ekki neitt bilbug að finna á mönnum. Það var bara gríðarlegur baráttu andi. Þannig að ég fann ekki fyrir því að fólk væri eitthvað þreytt á sig. Ég held að þessi þjóðin sé þreytt á kosningum og öllu þessu. Því að það er ekki bara það við kusum þingkosningum í fyrra, þetta eru líka forsetakosningar. Þannig að það er komið þetta eru 3. stóru kosningarnar núna á 16 mánuðum. Þannig að ég held að almenningur sé orðinn pínu þreyttur á kosningum og ég held að það muni sýna sig í haust, eða sem sagt núna eftir nokkra vikur, að þátttakan held ég að verði með minnsta móti sem við höfum séð og það sé hluta til þreyta og hluta til hvernig þessi kosningabaráttu muni spilast. Þórður Snær, þú skrifaðir leiðara sem birtist bara núna í morgun, sýndist mér að þú talaðir þetta vandræðamál fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hvernig viðbrögðin hafa verið. Þetta er óumdeilanlega erfitt mál þó að flokksmaskínan sé farin á stað eins og hún svo oft hefur gert. Já, ég held að viðbrögðin samt sem áður hafa ekkert komið neitt sérlega á óvart. Þau eru í takt við viðbrögðin sem hafa verið í öðrum erfiðum málum sem flokkurinn hefur lent í á undanförnum árum, í lekamálinu, í Panama-skjölunum, í skýrslumálum Bjarna Benediktssonar, í landsréttarmálinu og svo framvegis. Og þau eru í stað þess að sýna auðmýkt og jafnvel horfa aðeins inn á við, þá er bakkað aftur í skotgrafirnar. Og þetta gerir stöðuna í íslenskri pólitík mjög erfiða. Sjálfstæðisflokkurinn er klárlega flokkur sem á mikið erindi til margs fólks. Það er 20-30% þjóðarinnar sem vill kjósa og það ber bara að virða. En á meðan að það er svona einhvern veginn langt á milli þessa 20-30% og kannski hinna 70-80, þá eru við ekkert að fara að finna eitthvað svona sáttarfarveg í þessu samfélagi. Ég held að þarna gerist það að það eru ákvarðanir sem eru teknar. Það eru bara ráðherrar velja að fara ákveðnar leiðir. Það eru ekki ólöglega leiðir, en það er
misbjóða mörgum. Hlýttu mikið af því sjálfstæðismenn núna í vikunni að umboðsmaður hefði sagt að þarna hefði engin lög verið brotin? Nei, en ég reynda var erlendis síðustu viku og fylgdist með dálítið utanfrá. Ég var ekki var við mikla umræðu það að einhver var að segja að þarna væri lög brotin. Þannig að þetta svona dálítið þessi hefðbundna strámannataktík að gera mönnum upp afstöðu og ráða síðan á það afstöðu. Mér finnst flestir sem hafa verið að gagnrýna það sem átt sér stað þarna að vera að gagnrýna það að þarna hefur verið valið að taka ákvarðanir sem brutu gegn siðferðisviðmiðum margra og fyrirgerðu trausti í samstarfi þá sem Sjálfstæðisflokkurinn var að starfa með í ríkisstjórn. Og það ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin sprakk, en viðbragðið að þetta sé svona að vera reiður út í reiðina og að þetta sé svona dálítið öllum hinum að kenna. Og aftur, bara vegna þess að ég er búin að starfa í þessum geira ganska lengi og búin að fara í gegnum þetta ofta. Þetta nákvæmlega þau viðbrögð sem ég átti von á vegna þess að maður hefur farið í gegnum þetta ferli svo oft áður og þetta sama viðbrögð á opinberum vettvangi, mikið af persónulegum þrýstingi það að reyna að fá bara fólk þess að efast sína eigin dómgreind, að það sé ekki að upplifa hlutin á réttan hátt. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að þessar kosningar verði ekki jafn subbulegar eins og það lítur út fyrir að þeir ætla að vera. Að mann stoppi aðeins allan hringinn og horfi inn á við og segja bara ok, hvað get ég gert til þess að bæta þetta? Hvernig get ég verið aðeins auðmjúkari? Hvernig get ég komið fram þannig að við getum fundið eitthvað svona sáttarfarveg þar sem fólk með ólíkar pólitískar skoðanir getur unnið saman í kraft þess umboðs sem kjósendur veita þeim. En því miður, og það á ekki bara við Sjálfstæðisflokki, þá við marga aðra sem inn í pólitíska umræðu, þá virðist það ekki alltaf vera leiðin. Við ætlum að halda áfram í þessum mikla átakafarvegi og svona þetta, ef maður gerist hádramatískur, þá heldur þjóðarsárið áfram að blæða. Sigurjón, tekur undir þetta. Nú eru Vinstri grænir orðnir stærstir með nýjustu kannanir. Sérðu fyrir þér að Katrín Jakobsdóttir endi í forsætisráðuneytinu? Já, það kæmi svo sem ekki óvart, en ég tek svolítið undir með Friðjóni með þetta. Þetta alltaf snemmt og það svona mikið að gerast þegar könnunin er tekin og hún mælir það sem að gerast á því augnabliki, svo vitum við ekki hvað framöndan. En svo aftur með, ég skil ekki að Sjálfstæðisflokkurinn hafi varið þetta mál með þeim hætti sem þeim gerðu. Eftir sitja þingmenn til dæmis flokksins helsárið og jafnvel búnir með sína pólitísku inneign. Brynjar Níelsson til dæmis að stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin þegar þeir ganga út af fundinum. Þetta er svo galin athöfn. Því þarna ætluðu þau að sýna greinilega það að það ætti ekki að opinbera sér nöfn, það ætti að varða engan ekki einu svona þingmennina, það ætti enginn að fá að vita þetta. Að auðvitað vissuðu að Benedikt Sveinsson var þarna, nafni hans var þarna. Og heldur það að allir þingflokkurinn að vita þetta? Alveg sannfærður, ég veit það ekki, en ég alveg viss það. Friðjón hristir höfuðið, hann breytir engu þessari skoðun minni. Það ekki af ástæðulausu sem þau leika þetta apaspil. Það ekki ástæðulausu. Fyrir viku síðan, laugardaginn fyrir viku, þá held ég örugglega í vikulokunum að Hildur Sverrisdóttir sem ég oft tala við í þáttum eins og þessum. Hún var mjög svona ákveðin og skemmtileg viðmælandi. Hún var eins og særð mús út af þessu máli. Og svona og Brynjar enn að reyna að afsaka sig eitthvað á netinu í gæra, allir segir sér hrókafullur eitthvað. Þetta fólk að klára pólitíska inneign sína. Landgönguliðarnir sem voru settir fram í þessu máli hafa stórskaðast. Og það að Sjálfstæðisflokkurinn tók kolrant á þessu máli. Það áttu strax að koma fram, það alltaf í öllu svona, komdu strax fram með þetta. Ekki þetta reyna að fela og geta það ekki. Því það alveg vita mál. Þegar það geng út af fundinum, þá skrifaði ég strax að bara, ég vissi ekki út af hverju, en ég bara sannfærði að það myndi koma í ljós. Og auðvitað kom það í ljós. Bara, í nútímanum, þá felur ekki þetta. Þetta spyrst alltaf út, það upplýsast svona mál. Og þetta Sjálfstæðisflokkurinn að ég hugsa hann þurfa að gjalda eitthvað fyrir þetta í kosningunum og þetta stórskaða fólki sem var allt út af forræði. En erum við ekki einmitt nýbúin að kjósa einmitt þetta? Þú veist, munið þetta ekki vera bara mjög sambarlegt fyrir utan kannski komu ykkur að nýra flokka og fæslum á milli? Nú kom í ljós í gær, á fundinu sem Friðjón var, þá kom í ljós að ríkisstjórnin var dauð. Hún var dauð. Páll Magnússon sagði þar fullum fettum að þingmenn Sjálfstæðisflokksins ætluðu ekki að styðja meginhluta fjárlagafrumvarpsins. Hann bara sagði það og hann fékk klapp fyrir. Og þannig að Benedikt Jóhannesson búinn að leggja fram fjárlagafrumvarp, vitandi, ráðherra Sjálfstæðisflokksins hafa væntanlega sagt já í ríkisstjórn, þingmennin ætla ekkert að styðja þetta, þannig að ríkisstjórnin var dauð.
Það sem að Björt Framtíð gerði var bara flýtti bara fyrir dögunum, tók bara öndunarvélinu sambandi. En þetta var í öndunarvél sem var bara tímasprengja. Ef að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins, stærsta stjórnarflokksins, ætluðu ekki að styðja fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Það er ekki að ræða þetta meira. Þetta algjört klúður. Mér langar aðeins áður en svara þessu. Mér langar að beina örstutt til þín. Var þetta ekki einmitt dautt frá upphafi? Stjórnarsáttmálinn kemur þannig út að samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins fá lítið sem ekkert fyrir sinn snúð og í svona samstarfi og samningum yfir höfuð þá þurfa alltaf báðir aðilar að fá ganga tiltölulega sáttir frá borði til þess að svona lagað gangi upp. Verður þessi lélegi stjórnarsamningur fyrir þessa tvo litlu flokka ekki í rauninni til þess að þráðurum verði mjög stuttur hjá þeim þegar kemur að einhverjum vondum málum hjá Sjálfstæðisflokknum? Ég er nú reyndar ekki sammála því að þetta hafi Viðreisn og Björt Framtíð hafi gefið allt sitt eftir til dæmis og minni bara á átökin í landbúnaðarmálum sem hafa verið nokkuð mikil undanfarið og sitt síns hverjum þar en þannig að þau gangi inn í samning og skrifa undir hann og þau hafðu aðra opsjónir og hefðu getað farið aðra leiðir en þau ákveða að fara inn í þetta samstarf. Ég held hins vegar það sem ég held að hafi slitið þessu samstarfi miklu frekar heldur en allt annað var staða flokkanna í skoðanakönnunum og sú staðreynd að það er að koma sveitarstjórnarkosningar. Þar sem að Björt Framtíð ætlaði sér að halda velli og halda lífi, þar sem að Viðreisn ætlaði að komast inn, sérstaklega höfuðborgarsvæðinu og þeim leist þannig á, og sérstaklega Viðreisn, sérstaklega Bjartri Framtíð, að þau yrðu að gera eitthvað drastískt til þess að eiga möguleika á því að hún Guðlaug í Hafnarfirði kæmist aftur inn og Björn Blöndal í Reykjavík kæmist aftur inn. Ég held að þetta sé svo pólitískt svo pólitísk spekulasjón hjá þeim þetta sé bara sjálfsbjargar viðleitni þessa fólk sem í stjórn Bjartrar Framtíðar miklu frekar heldur en þetta tala trúnaðarbrestinn því að það var engin trúnaðarbrestur hjá þeim til að byrja með. Óttar vissi þetta mánudaginn og sagði ekki neitt fyrir á fimmtudaginn. Síðan kemur og Benedikt vissi þetta líka og segir í upphafi, nei, það var engin trúnaðarbrestur. Svo þegar Þorsteinn Víglundsson og Þorgerður Katrín kom með einhverja mjög frekar ósmekklega statusa á Facebook á föstudeginum, þá skiptir Benedikt gír og segir, jú, það var trúnaðarbrestur og við hefðum hætt í þessu samstarfi ef Björt Framtíð hefði ekki verið á undan. Sem var eins kjánalegt eins og mögulegt verður. Þú ert bara að tala einhver misstegs í áttinu höggstokknum. Já, ég meina þú veist kannski. Það skiptir engu máli. En ég held að þetta sé ekki rétt hjá þér. Ég hlustaði á fundi sem þú varst á. En aðtöða aðeins eitt, hvað Benedikt sagði þegar að hann lagði fram fjárlagafrumvarpið. Þetta mun síðan taka breytingum í meðferðum þingsins. Hann sjálfur breytti skattinum á ferðaþjónustuna og frestaði honum þannig að hann fór út úr fjárlagafrumvarpinu. Helga Vala, ræðum aðeins þessa frjálslyndu miðju sem á mjög erfitt uppdráttar núna. Það er Viðreisn og Björt Framtíð og það er algjörlega ómögulegt að segja til hver örlög þeirra verða. Sama má segja Samfylkinguna, þennan flokk sem eiginlega orðinn landsbyggðarflokkur eftir síðustu kosningar. Hvernig sérðu fyrir þér þetta spilist fyrir þessa flokka? Ég segi nú bara ef að þetta heldur áfram svona, ef að Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram að segja að það gerðist ekkert hér og að smáflokkar séu ekki til viðræðu. Við þurfum ekki að tala við smá flokka sem eru þá allir sem eru undir 20%. Við þurfum ekki að mæta þar sem að rætt verður stjórnarskrána. Hér ríkir mikill baráttuandi og svo fara þeir á Facebook og höggva hvern annan í herðar niður, þá held ég að allir smáflokkarnir geti bara hallað sér aftur og leyft Sjálfstæðisflokknum aðeins að svona grafa sína gröf. Ef maður ætlar að fara út í þessa svona pólitísku leðju. Staðan, ég held að það sé bara alltaf fleygi ferð og að því þú nefndir sérstaklega Samfylkinguna þá sýnist mér nú til dæmis Logi vera svona að koma með svolítið svona ferska strauma inn í þessa pólitíka. Hann er svona viðkunnalegur gaur
og ég held að það hjálpi þeim flokki mikið. Það hjálpaði Bjarti framtíð, það hefur verið svona sama ég ára að verður óttari. Hann bara að tala svolítið mikið frá hjartanu og ég held að það virki. Ég held að virki svolítið vel núna að koma bara svolítið svona ærlega fram og segja hætti þessu kjaftaði, við þurfum bara að bjarga þessum börnum. Þetta er svo skýrt, þetta er svo einfalt. Við þurfum ekki alltaf að tala í einhverjum löngum lærðum frösum. Þannig að ég held að hann eftir að gera svona svolítið vel fyrir þann flokk sko. En svona varðandi þetta allt saman, mér langar aðeins að tala þetta hvað gerist hérna fyrir viku. Af því að það hefur verið að tala að þetta séu smáflokkar sem að lippast niður þegar á móti blæs og það hefur verið að láta eins og þetta séu einhverja skoðanakannanir sem að valda þessu. Staðan auðvitað sú að dómsmálaráðherra neitar að afhenda þarna ákveðin gögn og við erum með upplýsingalög í landinu sem að segja sko að þetta á að vera opinbert nema sérstaklega viðkvæma persónuupplýsingar sé að ræða, heilbrigðis, sjúkra upplýsingar eða eitthvað svona mjög persónulegt. Og hún heldur því fram að það sé ólöglegt og hún heldur því fram og Bjarni heldur því fram og allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins halda því fram að það sé ólöglegt að deila þessum upplýsingum sem að hún svo haldandi það að það sé ólöglegt ákveður að deila með forsætisráðherra. En finnst það allt í lagi að gera það? Þetta varðar ekki ráðuneytið. Þetta varðar ekki eitthvað sem er inn í ráðuneytinu. Hún deilir persónuupplýsingum að hún heldur innan úr einstöku máli inn í ráðuneyti með ráðherra og á auðvitað ekki að gera það ef hún heldur að þetta sé ólöglegt. Hennar innri rökstuðningur heldur ekki? Nei, hann heldur ekki. Það sem gerist svo að þeir sem eru að krefjast þessara gagna reyndar ekki aðstandendur brotaþola þarna heldur fjölmiðill, Ríkisútvarpið, kærir þessa synjun ráðuneytisins. Þannig að það er ekki eins og ráðuneytið hafi skotið þessari synjun sinni til ráðgjafar eins og þau vilja vera að láta, heldur var þetta beinlínis kært og ákvörðunni var bara snúið við. Það er að segja, ráðuneytið var að benda á að þau færu villuvegar, að þau yrðu að afhenda þessi gögn. Þannig að það er 1-0 fyrir almenningi gagnvart ráðuneytinu. Ráðherra þarna fór villuvegar. Við fáum gögnin til okkar. Bjarni droppar því að sögn bæði Benedikts og Óttars á fundi á mánudaginn svona í forbífarten að það séu þarna pabbi sem hafi nú skrifað undir eitthvað þarna aðspurður hvaða mál það væri og hvort það tengdist eitthvað svona barnanýðingshætti þá sagði nei, ég veit ekki hvaða mál þetta er. Segja þeir báðir, þeir komu báðir fram í fjölmiðlum og sögðu að þetta hefði verið innihald fundarins. Þannig að það hefði alveg geta verið bara eitthvað minniháttarbrot eða fíkniefnainnflutningur sem er auðvitað allt annars eðlis heldur en það að níðast á litlum stúlkum. Það er auðvitað annað. Svo kemur það í ljós á fimmtudeginum að pappans Bjarna var skrifað upp á félaga sinn sem hafði verið þarna að brjóta harkalega gegn stjúpdóttur sinni, ekki einu sinni og ekki líklega heldur hann var dæmdur fyrir að misnota stjúpdóttur sína í 12 ár. Og auðvitað lítur það öðruvísi út. Það gerir það þó að ég mun aldrei fara í þann hóp fólk sem segir að allir sjálfstæðismenn séu barnanýðingar eða allir fylgjendur sjálfstæðisflokksins séu fylgjandi barnanýði. Það er auðvitað bara vitleysa. En þetta lítur samt auðvitað öðruvísi út fyrir samstarfsflokkana. Og þetta hefði ekki þurft að fara svona ef að Benedikt hefði bara komið fram í sumar og sagt ég skrifaði undir þetta. Ég gerði þetta og að því að við erum kjósendur og almenningur svona frekar bara umburðarlyndur hópur fólks, vil ég meina. Og ef að fólk bara játar syndir sínar og yfirsjónir, að þá erum við voða mikið til í það. Þannig að ég held og er alveg bara fullviss það að sko þessi framganga flokksins, þessi leyndarhyggja og þessi mikli hroki sem hefur komið í kjölfarið, þar sem þeir tala bara smáflokka og þeir nenni ekki að verða á viðlits og ýmislegt svona, ég held að þetta virki ekkert sérstaklega vel. En nú hef ég auðvitað aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn, þannig að ég svona kannski mitt blóð rennur ekki alveg eins og þeirra sem að svona fíla þennan sterka reiða kall, sko. En er þetta ekki alveg rétt? Sko, er þetta ekki eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn ætti einmitt að læra af að borga sig bara að koma með svona óþægileg mál út strax? Nú ert þú almannatengill og hlýtur að ráðleggja einhverjum skjólstæðinga þinna þetta iðulega.
Jú, ég meina, PR-lega séð, algjörlega, að málið hefði þróast allt öðruvísi ef að aðrar ákvarðanir hefðu verið teknar, að sjálfsögðu. Ef að Benedikt hefði stigið fram þarna í júní eða júlí, auðvitað hefði þetta þróast allt öðruvísi, að sjálfsögðu. Eins og alltaf. Það þarf ekkert að efast um það. Við erum með Panama, við erum með Hönnubirnu, við erum með þetta allt í fanginu á ykkur. Mér finnst hins vegar hvernig sumir tala núna og nota eins og núna, þú varst að gera núna, tala að Benedikt og Hjalti væru félagar sem ég finnst þeirra vel ílagt og það stöðugt verið að ýja að þessu og maður sér þetta og þetta minna hjá fólki sem eru þáttakendur í stjórnmálum en undanfarna viku erum við búin að sjá verið að tala um þessa leyndarhyggju Sjálfstæðisflokksins, hvernig hann tekur þátt í einhverju yfirhylmingu og það verið að ýta undir og það er þetta sem að ég held að muni einmitt gera þessar kosningar og þessa kosningabaráttu alveg hryllilega ógeðslega. Friðjón, heldur þú að heldur þú í alvöru að einhver skrifi undir þetta? Það væri fyrirlitlegt að fólk væri að bendla Sjálfstæðisflokkinn við barnanið. Já, og það er það. Nei, býtu, en til þess að við erum ekkert að því. Við erum það vill svo til að grunnurinn þar í þessu máli. Það er enginn að halda því fram að þú sem sjálfstæðismaður sé barnaperri. Það er bara ekki nokkuð maður. Nei, alls ekki og Bjarni Benediktsson alls ekki. En þar rótin í málinu. Við erum samt að sjá það. Þetta er vörnin ykkar að koma með þetta á okkur hinn sem að gagnrýna. Þú skrifir ekki undir meðmælabréf með manni sem þú þekkir ekki neitt. Þetta aðalega gagnrýni það hjá lélega stjórnsýslu og einmitt leyndarhyggju í stjórnsýslunni. Ekkert endilega tengt barnaníðingum þó það gerir málið náttúrulega mikið verra. Heldur bara einmitt lélega stjórnsýslu. Illa farin með upplýsingar í stjórnsýslunni. Ég vann í dómsmálaráðuneytinu í 5 ár fyrir rúmum áratug og þar var fólk ekkert að hlaupa á stað út á torg með upplýsingar. Það er mjög sterk tilhneiging í stjórnsýslunni og ekki bara í dómsmálaráðuneytinu heldur í öllum ráðuneytum að upplýsingar séu þeirra en ekki annarra. Þannig að það er rétt að stjórnsýslan þarf aðeins að læra á og fara að hegða sér öðruvís og breyta til hvernig hlutirnir eiga að vera. Og ég meina þetta er að gerast. Það er allt annað mál. Ég ætla aðeins að skipta gír. Það hefur komið fram nýr flokkur, svona nokkurn veginn, flokkur fólksins, sem að tala náttúrulega mikið fyrir réttindum þeirra sem að minna mega sín, aldraðir sem að hafa nú svo sem ekki kannski gengið sáttir frá borði eftir kosningar. Og Björn Bjarnason skrifaði síðan grein í Morgunblaðið þar sem hann kallaði eftir því útlendingamálin sem að flokkur fólksins hefur honum verið tíðrætt að þetta yrði mikið kosningamál. Heldur þú, Þórir Snær, að útlendingamálin verði fyrirferðar mikil í þessari kosningabaráttu? Já, ég get alveg trúið og ég held að það geti verið mikil heift í þeirri umræðu líka vegna þess að hér á Íslandi eru ítrekkað aðilar að reyna að kalla eftir umræðu. Undir einhverju svona flaggi að það þurfa að fara að ræða eitthvað vandamál sem fylgja auknum innflutningi hælisleitenda og flóttamanna og svo framvegis og ég til dæmis kafa bara mjög djúpt í staðreyndir varðandi það hvað flóttamenn og hælisleitendur gefa af sér í samfélögum hverjar raunverulegu tölurnar, krónutölurnar eru á bakvið þennan aukna straum hælisleitenda, hvað áhrif þetta hefur á þróun sakamála, hvað áhrif þetta hefur þróun félagslegra framfærslu, atvinnuleysi og svo framvegis. Skattekjur náttúrulega, innflytjendur auka skattekjur gríðarlega og allt þetta algjörlega á skjön við þann veruleika sem þetta fólk sem vill endilega taka umræðuna að boða. Allir þessi faktar, þessar hagtölur. En þarna hins vegar, ég meina það 10 ár síðan núna að Frjálslynda-flokkurinn fór að fiska í þessari tjörn og ég las ræðu sem Magnús Þór Hafsteinsson flutti í mars 2007 rétt fyrir kosningar. Þá var orðaður við framboð fyrir þennan og var í framboði fyrir flokksfólki síðast þar sem hann var að flytja í eldhúsdagsumræðum áður en að þingið var slitið. Og það er orðrétt mjög sambarlegt nema þar er hann að tala innflytjendavandamál, hann er að tala að innflytjendur frá Evrópska efnahagssvæðinu sé að koma og stela vinnu af Íslendingum og svo framvegis. En orðræðan er mjög sambarleg því sem við erum að heyra við í dag.
Framsóknarflokkurinn gerði þetta fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar, fór að hræra í þessum pottum og það augljóslega eftirspurn eftir þessu. Það fullt af fólki sem hræðist þessar breytingar sem fylgja því að Ísland verði fjölmenningarsamfélag. Eiríkur Bergmann sem hefur gert samburðarrannsóknir á þessu og skrifað bókum þróun þjóðernisflokka á Norðurlöndum og svo framvegis, sagði mér daginn að þetta væri svona þetta svona cirka bara 12% sem fylgi þessara flokka getur farið upp í, sem svona cirka bara nákvæmlega það sem fylgi flokks fólksins núna. Og eftir að þau hefur búin að fara í gegnum svona ræðu þar sem þau hafa svona verið heit og köld, þau hafa slengt fram fullyrðingum sem flokkast mjög bersýnilega sem svona útlendinga andúðar pólitík, en svo að þau dreigið land og verið ægilega móðguð þegar bent á það. Og því miður virðist vera tilhneiging til þess að draga þetta inn í meginstrauminn. Meginstraumsflokkar virðast hluta þeim. Ég meina þetta ekki hluta af stefnumálum Sjálfstæðisflokks, þetta ekki stefnuskrám Sjálfstæðisflokksins, en það augljóst að menn eins og Björn Bjarnason, ritstjóri Morgunblaðsins sem við varum árum saman, Hannes Hólsteinn Gissurarson og fleiri sem hafa verið áhrifamenn Sjálfstæðisflokksins í lengri tíma, vilja gera þessa pólitík af hluta af því sem Sjálfstæðisflokkurinn á að bjóða fram. Og ég vona nú bara sem mikill áhugamaður gott samfélag þar sem fólk úr öllum áttum getur búið saman og gert góða hluti, að forystu flokksins beri gæfa til þess að fara ekki niður þennan veg, að láta ekki skammtímahagsmuni til þess að ná í einhver viðbótaratkvæði þeirra sem hræðast þessa breytingu sem óumflýjanleg í alþjóðlegu samfélagi og styrkir og ræktar og auðgar íslenskt samfélag, að Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir meginstraumsflokkar látið að vera að snerta á þessum málum. Ég held að við höfum séð það er alveg rétt að það eru til inn í Sjálfstæðisflokknum element sem að vilja taka þessa umræðu, en þeir hafa ítrekkað verið reknir tilbaka á landsfundum með frekar miklu meirihluta, því að yfirgnæfandi meirihluti Sjálfstæðismanna hefur ímugust af þessari umræðu. Það sem hefur breyst núna náttúrulega að þetta eru menn sem hafa verið áhrifamenn innan flokksins í mjög langan tíma sem að stíga fram og taka þessa umræðu, eru að tala á þessum nótum. Fyrrverandi formaður flokksins, Björn Bjarnason, sem var ráðherra og þingmaður árum saman og fleiri. Já, en við erum fyrrverandi áhrifamenn. En aftur, þetta alveg rétt sem þú ert að segja. En Sjálfstæðisflokkurinn eins og hann í dag hefur ekki verið að taka undir. Það einn þingmaður sem hefur einbrað á þessu. En almennt séð, og ef þú lítur yfir þingflokkinn og þú lítur yfir forystu flokksins, að þá ekkert eru ákaflega lítil þolinmæði fyrir þessum málflutningi. Og það var meira að segja þannig þegar Ásmundur Friðriksson kom fram með sín ummæli á sín tíma, það var mjög, það má hrósa þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og mörgum áhrifamönnum það hvernig þeir brugðu strax við. Þau viðbrögð voru til að mynda allt öðruvísi en viðbrögð leiðtoga Framsóknarflokksins í kringum sveitarstjórnarkosningar. En var ekki Bjarni Ben að opna fyrir þetta og fundi með eldri Sjálfstæðismönnum dag? Hvað, varstu á þeim fundi? Nei, þó að ég hafi sloppið fjöruna í pólitíka, þá var ég ekki að fundi eldri Sjálfstæðismanna. Nei, ég ætla að vera helst í ráðgjafa en það voru fréttaflutningur af því, ég bara maður ekki svipinn, hann var að opna á sömuraðu eitthvað þar. Tölum aðeins Framsókn, það eiginlega þannig að allir flokkar að fara haldrandi inn í þessar kosningar. Það er kjördæmisþing núna á eftir fyrir norðan, það sem að væntanlega mun framtíð fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs koma í ljós. Það verið að skora Hanna Hólm og jafnvel farið það illa fyrir hann að þá búið að stofna nýtt stjórnmálaafl. Samvinnuflokkinn, Björn Ingi Hrafnsson, fyrrverandi fjölmiðlamaður, kom fram með þetta í gær og segist búast við því að mikið af fólki komi til lands og vilji bjóða sér fram þarna og það muni jafnvel einhver nöfn sem koma óvart vera þar á meðal. Hvernig sérðu fyrir þér framtíð Framsóknarflokksins í þessum kosningum og jafnvel möguleika svona nýs einhvers konar samvinnuflokks? Sigurjón, já. Já, takk. Ég skrifaði þetta nefnilega í apríl, sko. RÚV var að vitna í það í gærkvöldi. Ég skrifaði þetta í apríl. Ég sá þetta fyrir, samvinnuflokkin og Framsókn myndi klofna. Og ég, sko, Framsókn rúmar ekki alla sem inni í honum núna. Ég held að sé alveg augljóst. Sko. Það það langt á milli Sigurðar Inga og hans fólks og Sigmundar Davíðs og hans fólks. Það ekki pláss fyrir hvoru tveggja. Þannig að eitthvað verður að gerast. Það langt á milli málefnilega, það langt á milli persónulega? Nei, bara stærða mannana inn í flokknum. Nei, jú, málefnilega kannski líka. Það sagði, jú, já, svona,
það hafa fólk í vinstri flokkunum hefur sagt að Framsóknarflokkur Sigurðar Inga sé allt annað, það sé hægt að vinna með honum það sé svona félagshyggjuflokkur, en það er ekki sagt með Framsóknarflokk Sigmundar Davíðs, það er svolítið bil þar á milli, en flokkurinn rúmar ekki báða þessa menn og fólki í kringu þá. Þannig að það sem gerist í gær í Norðvesturkjördæmi, að Ásmundur Einar Daðason er dreginn sem sagt á móti Gunnari Braga og þeir draga þeir ætla að velja tvöföldu kjördæmisþingi 8. október, bara skömm áður en framboðsfrestur rennur út. Þannig að Gunnar Bragi á mjög erfitt að fara áður en að ræðst í hvað sæti hann verður til þess yfir í innan samvinnuflokk og það getur vel verið farið þannig með Sigmund Davíð líka í dag að þeir geymi ákvörðuna, tvöfald kjördæmisþing bara skömmi fyrir framboðsfresti og þá á hann mjög lítið svigrúm. Þannig að ég held að og það er alveg sama, hvernig þú stokkar spilinu á Framsókn, þú fær alltaf upp bara laufatist. Ég held að þetta sé bara alveg sama hvað það gerir. Þeir eru bara alveg í... Við höfum hort á þetta, við sáum þetta líka með Halldór Ásgrímsson á sínum tíma. Að þar varð bara svona tveir flokkar þar sem að hrúga fólki fór út og einhverjir urðu eftir. Þannig að þetta er einhvern veginn að gerast aftur. Þetta er dreifbýlis syndrómið sem verið gerast á Þegar Halldór Ásgrímsson var að færa Framsóknarflokkinn í áttina að Evrópusambandinu og Björn Ingi Hrafnsson var aðstoðarmaður hans, að þá urðu til mikil skil í Framsóknarflokknum. Á þinginu sem Sigmundur Davíð var kjörinn formaður fyrst, 2009, þá var líka samþykkt að sækja aðild að Evrópusambandinu. Allt þetta fólk, Gunnar Bragi, Vigdís Hauksdóttir, Sigmundur Davíð, allt þetta fólk sem best harðast gegn Evrópusambandinu, samþykkt í 2009 að stefnu Framsóknarflokkurinn sækja aðild. Það var allavega að þingi það sem að meirihlutinn samþykkti. Ég ætla ekki að gefa mér það að Vigdís og Kó hafi endilega greitt atkvæði með Evrópusambandinu. En sjáu þið líka hvað er að gerast í borginni hjá Framsókn, að þar er einn fulltrúi farinn og hinn ætlar að fara í framboð til þings. Og maður svona hugsa, betur það eru tveir fulltrúar sem ekki tala saman. Það er jafnvel þú ferð og rífst sjálfa þig eða þú ert einn. Það flugvallavinnirnir verið eftir þá eða eitthvað. Er þetta ekki samt sem að vandamál landsbyggð og þessu höfuðborgin? Þetta er sem er talað um sér líka vandamál hjá Vinstri grænum, að það séu í rauninni tveir flokkar inn í einum. Það séu mikil svona íhalds, sveita stemning einum megin og svona höfuðborgar framúrstefna hinum megin. Algjörlega, það eru auðvitað talað mitt framsóknararminn í VG, og sá armur er auðvitað mjög sterkur á meðan að kjósendur þess flokks eru held ég meira hér. Ég heyri talað Reykjavíkur hipsterina, þannig að... Já, einmitt. Ég held að innan VG sé þetta hægt og rólega að breytast. Það breytist væntanlega mjög mikið þegar Steingrímur J Loksins stígur út úr stjórnmálum. Hann náttúrulega bjó til þennan flokk. Þetta var stærsta, það var einn af þeim frammönnum sem gerði það. Þetta var stærsta vígi hans, þetta kjördæmi og hann einhvern tímann í náinni framtíð mun stíga til hliðar og þá held ég að svona áferð flokksins verði meira í takt við núverandi forystu en það sem hún hefur verið. Tökum eitt örstutt. Hann er svo óheppinn að það er verið að vígja Steingrímsgöngin á Húsavík einmitt núna í kosningabaráttunni. Jarðgöng sem við erum að gefa fyrir fyrirtæki upp á 4 milljarða sem ætlar að brenna kol. Í kolabrennslu erum við búin að borga 4 milljarða í jarðgöng og þetta kemur í kosningabaráttunni og þessi eru Vinstri græn. Tökum örstutt Píratana áður en við erum að falla tíma. Það Birgitta hættir og Helgi Hrafn kemur inn. Er þetta gæfuspor fyrir Pírata? Heldur þetta muni hækka hjá þeim fylgið? Ég held að þetta muni allan að gera það verkum að það muni auka líkur Pírata geta starfað í ríkisstjórn. Ég heyri það bara einfallega af fólki allstaðar að úr flokkum að þeir eru mjög hrifnir af Helga Hrafni persónulega og ekki jafn mikið af Birgittu. Finnst hún meira ólíkindatól og þannig að ég held að innkoma Helga Hrafns muni auka líkur Pírata að geta starfað í ríkisstjórn en ég held að hins vegar hvort að sá valmöguleiki verða á borðinu fari algjörlega eftir því hvernig verður talið upp úr kössunum í lok október. Píratarnir eru að sækja held ég rosalega mikið fylgi inn á þessa frjálslyndu miðju. Þetta eru 4 flokkar þar að fiska og það dreifist einhvern veginn á þá 4 og svo verður bara að koma í ljós hver þeirra stendur uppi með kannski svona pálmann í höndunum og möguleikana að verða einhvers konar brú á milli þeirra afla sem getur verið svona drifkraftarnir í ríkisstjórn eftir. En verður Birgitta ekki bara ráðherraefni í staðinn?
Ég held að þetta snúist bara frambjóðendur. Ég held að þetta snúist það hvernig verður stillt upp. Ég held að þetta snúist líka bara rosalega mikið það hvernig fólk, hvort að fólk upplifi að frambjóðendur sé bara heiðarlegir. Já, ég held það líka. Það er komið nóg að einhverjum fólki sem alltaf að segja þér hvernig hlutirnir að vera, segja þér að þú sért líklega eitthvað klikkaður og þú upplifir á einhvern annan hátt en þeir vilja að þú upplifir á. Þú veist, þessi valdhroki og þetta er bara orðið, þetta er orðið ömurlegt, þetta er ömurlegur fylgifiskur íslenska pólitíkur og við erum bara að hætta þessu. Vonbrigði þjóðarinnar með pólitíkin alveg yfirgnæfandi. Komst ekki lengra með þetta sinni, takk öll kærlega fyrir komuna. Katrín Oddsdóttir, formaður Stjórnarskrárfélagsins, sest hérna hjá mér eftir örskamma stund.